Góðan daginn, kæra fólk, velkomin hér á 30. og 300. Fund númer 333. Í bæjarstjórn Sveitarfélags Hornafjarðar. Ég set hann hér með. Áður en við göngum til dagskrár, þá langar mig að brjóta allar venjur og siði og nýta hér aðstöðu mín og fá að þakka þeim forsetahjónum kærlega, frú Höllu Tómasdóttur og honum Birni Skúlasyni kærlega fyrir þeirra heimsókn hér síðustu daga. Og ég ætla að fá að þakka ykkur öllum íbúum sveitarfélagsins fyrir ykkar frábæru móttökur. Þetta var alveg stórkostlegt. Það eru fleiri, auðvitað getum við talið hérna upp alls konar aðilar sem við viljum þakka fyrir, en ég ætla að fá að þakka ykkur öllum sérstaklega. Þetta var yndislegt að fá að hitta ykkur öllsömmul og hvað þið tóku vel á mót okkur og sýndu okkar frábæra sveitarfélag og þau fóru svo í skýjónum, blessu hjónin. En hvað með það? Í dag þessi ágæti fundur. Hann hér á föstudegi núna út af þessari ágætu dagskrá, út af þessari ágætu heimsókn. Þessum að frestaði sólarhring. Og í dag sitja fundinn Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, hann Skúli Ingólfsson fjarverandi, en í staði situr fundinn Þröstur Jóhannsson, Eyrún Fríða Árnadóttir hérna, Guðrún Stefania Voppjörð, Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Sigurjón Andrésson bæjarstjóri, Jóna Benný Kristjánsdóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og hann Tjörfi Óskarsson sér útsendingu og Ardís Lára Kolbrúnadóttir, hún ritar fundinn. Við göngum hér til dagskrár. Fyrst leggjum við fyrir, í fyrsta liði leggjum við fyrir bæjarstjórnarfund númer 332. Hann hér lagður fram til kynningar og þurfum ekkert að ræða, viljið ræða hann eitthvað? Nei, við viljum ekkert að ræða hann frekar. Förum strax í mál númer 2. Það bæjarráð Hornafjarðar, fundur númer 1163 og þar undir honum eru fundagerðir velferðarnefndar númer 39 og fundagerð íbúðaráðs Sauðusveitar og Mýrar númer 7 ásamt mörgum öðrum almennum málum. Gef hér orðið laust þennan ágæta fund. Það fundur bæjarráðs Hornafjarðar númer 1163. Einhver sem gefur Hjördís, gjör svo vel, biður orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að nefna hérna undir þessari fundagerð mál númer 8, hraðatakmarkanir sem voru gerðar hérna á Kirkjubraut eftir ábendingu frá íbúum. Mér langaði bara svona aðeins, ég veit að umferðaröryggisáætlun kemur að síðar í þessum fundi, en hvort að þetta væri ekki akkurat eitthvað sem við gætum tekið til okkar núna varðandi fleiri staði hérna í þéttbýlinu. Það hækkandi sól, það eru börn út allt, við erum í barnvænu samfélagi. Það eru fleiri staðir sem væri svona nokkuð fljótlega og án mikils kostnaðar eða fyrirhafnar hægt að gera einhverja svipaðar ráðstafanir sem ég held að séu nauðsynlegar. Ég vil bara koma því að. Takk fyrir Hjördís. Orðið laust. Sigurjón hefur börn orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að tala undir lið 4 í þessari fundagerð bæjarráðs. Það varðar vegtengingu milli Nesja og þéttbýlisins hérna á Höfn og umræðunar hringtorg sem verið hefur, og mig langar að upplýsa stöðu málsins. Og fyrir þau sem að horfa og þekkja ekki til, þá vorum við búin að leggja ákveðna leið, óska eftir umsögnum ákveðna leið sem vegtengingu hringtorg á veginn í stað 2 T-gatnamóta þar sem skiltuð umferð á 90 km hraða. Við fengum frá Skipulagsstofnun sem sagt það að sú
leið þyrfti að fara í mat á umhverfisáhrifum og ég hef átt fundi með Skipulagsstofnun og þau hafa sagt að ef það kemur til að verði ný leið fundin að þá séu þau tilbúin að vinna mjög hratt. Upphaflega átti og var tillaga sveitarfélagsins í raun og veru að fara með hringtorg á veginn þar sem hann liggur í raun og veru ekki á svipuðum stað og í dag. En það þýddi að við þurftum að fá land undir veginn sem var í eigu landeigenda hérna í Hornafirði og þeir landeigendur voru ekki tilbúin að láta land undir veginn vegna þess að það hafa verið málaferli í gangi út af niðurstöðu nefndar mat á eignarnámsbótum og þetta hefur svolítið svona dregist á landinu en þau sögðu líka ef að Vegagerðin fellur frá sílum málarekstri við bændur í Nesjum og þá erum við alveg til viðræðu þetta en á meðan að ekki hægt að leysa úr svona þessum deilum sem að voru þar að þá séu þau ekki tilbúin að láta land. Ég átti fundi með stjórnendum hjá Vegagerðinni og yfirlögfræðing forstjóra og svona lagði nokkuð þétt að þeim að skoða hvort að það væri ekki eðlilegt að bakka út úr þessum málaferlum og það hefur núna gerst og það ekki eingöngu vegna þess að við fórum að ræða það heldur var í raun og veru það var farið að há framkvæmdinni á annan hátt og þau voru að bjóða svona ekki svona alveg nægilega góður bragur á þessu og samstarfum sem þarf að vera við aðila sem eru með landi kringum veginn. Nú, það búið að teikna núna nýja leið sem að við vonumst eftir því að geta sett núna til umsagnar. Það ennþá svolítið í land og við höfum hafið viðræður við þessa landeigendur og þau eru tilbúin að tala við okkur þetta núna. Með öðrum orðum, málið í vinnslu og við hérna í bæjarstjórninni og starfsfólkið munum ekki hætta fyrir það verður annarkvort sett hringtorg í þessari umferð eða þá sem þrautavara allavega að það verði ákveðið hvenær það verði gert og hvernig það verði gert og málið verði klárað. En ég nú bjartsýnismaður og ég hef þá trú að við munum ná þessu máli í gegn einfaldlega vegna þess að það meikar engan sens og afsakið slettuna að setja 2 tégatnamót á milli þessara þéttbýliskjarna á meðan við hversu mikið umferðarmagnið hefur aukist og þeirra gríðarlegu uppbyggingar og framkvæmda sem eru fyrirhugaðar í Nesjum. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Takk fyrir þessar upplýsingar. Við erum í máli númer 2, bæjar og Hornafjarðar, fundur númer 1163. Orðið ennþá laust, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðsfrekar. Þá ljúkum við þessu máli, við þurfum ekki lengur að kjósa þessa fundi. Þá förum við í lið númer 3, það bæjar og Hornafjarðar númer 1164. Og undir þeirri fundagerð eru íbúðaráð Nes og Lón, fundur númer 7. Það fundur umhverfis- og skipulagsnefndar númer 94 og það fundagerð fræðslu- og frístundanefndar númer 122 ásamt mörgum öðrum góðum málum. Gef hér orðið laust, gjörðu þið svo vel. Hjördís Hedda, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði ég verði nú bara eiginlega að hafa orð á hérna mál nr. 5 sem opnunartími Sundlaugarinnar, einum af mínum uppáhaldsstöðum. Það kom nefnilega þessi tillaga frá ungmennaráði á sínu tíma, síðasta haust, var það ekki síðasta haust, að lengja opnunartímann helgar frá því klukkan 17 til klukkan 19. Ég veit ekki hversu oft ég sjálf hefur farið í sund á þeim tíma síðan og nú hefur það verið staðfest að þessi opnun verður áfram og mér langaði bara að lýsa yfir ánægju minni með þetta og ótrúlega mörgum öðrum sundgestum sem ég veit af, fastagestir í Lauginni og hún yfirleitt bara meira og minna full á þessum tíma. Ótrúlega ánægð með þessa tillögu frá ungmennaráði
og vona að við gerum síðan bara aðeins betur kannski á næsta ári eða eitthvað og höfum hann að opna lengur en þetta. Jæja, Hjördís, það er komin svolítið pressu hérna á sveitafélagið. Já, góða mín, takk fyrir þetta. Orðið er laust áfram, við erum í fundargerð númer 1164. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru 2 mál sem ég langar aðeins til þess að koma inn á hérna og fyrra málið er númer 13 sem er opinber heimsókn forseta Íslands til Hornafjarðar. Það var búið að nefna það hér í upphafi fundar en ég vil bara nota tækifærið hérna undir þessari fundargerð og taka undir það sem sagt hefur verið. Þetta var afskaplega ánægjulegt og já, bara tek undir allt að það er frábærar móttökur sem að þau hjónin fengu og bara yndislegt að sjá hvernig þau nálguðust samfélagið okkar og hvað við náðum öll vel saman. Þannig að ég held að við komum bara með bestu vin á Bessastöðum sem er nú ekki slæmt. En annað mál sem ég langar til þess að tala er hér mál nr. 16 sem er fundargerð heilbrigðisnefndar Austurlands og mér langar kannski að bara furða mig að því að það hafi ekki verið tekið til umfjöllunar á þessum fundi hér mengun sem að talin var hafa komið upp í vatnsbóli eða mældist hér á Hornafirði og við íbúar, kjörnir fulltrúar og allir held ég sem voru hér á þeim tíma kannast við og hér var mikið uppistand og komið fram alls konar kenningar það að það væri eitthvað óöryggi með vatnsbólið okkar, að það væri yfirborðsvatn sem að hugsanlega gæti komið stangað, mengað og annað og við áttum hér fund með fulltrúum frá heilbrigðiseftirlitinu. Það var farið í auka sýnatökur og er verið að ræða aðgerðir við vatnsbólið, við dæluskúrin sem að mér skilst bara er ekki þörf á en auðvitað getum við alltaf gert góða hluti og svona róa fólk með því að allavega yfirborðið sé þannig að það sé ekki að safnast vatn sem að allavega ætti erfitt með að komast í vatnið sem við fáum hingað á heimilin okkar. En á þessum fundi með heilbrigðiseftirlitinu og starfsmönnum sveitafélagsins og okkur kjörnum fulltrúum að þá var rætt að það yrði tekin sýni á þeim tíma sem að fólk hélt að hugsanlega gæti orðið mengun og eftir til þess að vakta þetta bara mjög vel og bara það er skemmst frá því að segja að það var engin mengun sem kom upp í þeim sýnum sem voru tekin en á fundinu var ákveðið að bæjarstjóri myndi rita grein eða einhverja upplýsingagjöf til íbúa með því að útskýra hvernig í rauninni ferlið er í kringum vatnsbólið. Til þess að það sem okkur var kynnt hér á þessum fundi að þá er afskaplega litla líkur á því að það geti orðið smitt af þessum toga sem að grunur var og við vorum sammála það að það væri bara gott fyrir íbúa líka að fá þessar upplýsingar þannig að og þetta voru tekið til öryggis þessar sýnatökur sem ég nefndi áðan. En mér langaði bara ítreka það að þó að sé liði frá þessum atburði og margt búið að gera síðan og við kannski mörg búin að gleyma þess aðeins að þá er rosalega gott að fá þessa samantekt þannig að það sé hægt ef að umræðan kemur upp eða annað slíkt að vísa í hana. Hún sé til á vefnum og það sé hægt að leggja hana fram. Þannig að ég bara vil hvetja bæjarstjóra til þess að þó að mikið sé að gera og svolítið liði frá þessu að við gleymum þessu ekki. Já, takk. Takk fyrir Ásgerður, allt satt og rétt sem þú segir. Ég veit að bæjarstjórn tekur þetta til sín, gjör svo vel Sigrún, þú vilt svara. Já, ég ætla annars vegar, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, annars vegar að svara þetta alveg rétt, við þurfum að koma þessum upplýsingum út og mikið leitt að vera ekki búin að því og við klárum það. En það er annað, mér langar aðeins að kannski að bera í Bakkafjallalækinn að tala heimsókn forsetahjónanna hingað í Hornafjörð. En við erum öll bara á bleiku skýi eftir þetta og það var svo einstakt að vera með þeim og
það var svo gaman fyrir okkur sem vorum að undirbúa þessa dagskrá. Það var alveg sama hvert við leitum, hvort það voru skólarnir eða stofnanir bæjarins, fyrirtæki, aðilar í ferðaþjónustu, þjóðgarðurinn og svo framvegis. Við óskuðum eftir því að koma í heimsókn og allir komu tilbaka með eitthvað skemmtilegt, eitthvað meira. Það bættu allir einhverju við. Og veðrið gaf okkur síðan svona kannski þennan X-faktor til þess að gera mjög góða heimsókn, alveg frábæra. En ég vil þakka ykkur, bæjarstjórn, kærlega fyrir ykkar samvinnu við okkur í þessu og náttúrulega bæjarráði sem að fylgdi forseta allan tíman. Og ég vil þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir allan undirbúning. Þetta datt eitthvað. Og þakka íbúum alveg frábærlega fyrir mjög mikla þáttöku. Þau fóru á marga staði og hittu gríðarlega marga og voru alveg alsæl með þetta á allan hátt. Og síðast vil ég þakka því starfsfólki sveitarfélagsins sem vann svona mestu að undirbúningi að þessu. Og þá vil ég fyrst nefna Kristínu Völu og Jónu Benny Kristjánsdóttur, en sérstaklega taka Arndísi Láru út fyrir svega. Kæra þakki fyrir að halda utan þetta svona ofboðslega þétt. Það alveg einstakt að vinna þetta með þér. Vel gert. Ég held við eigum að gefa bara þeim gott klapp. Erum við til í það á bæjarstjórnarfundi? Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Nú valdi ég allir fara að gráta eins og enn hérna. Þessari ágæti heimsókn. Við verðum hálfgrátandi hér nokkra daga eftir góðu. En við erum ennþá í fundargerð nr. 1164 frá bæjarráði Hornafjarðar. Orðið laust ef einhver vill grípa það. Svo ekki, þá ljúkum við þeirri umræðu og þá förum við hér í lið nr. 4 sem er fundargerð bæjarráðs nr. 1165 og þar undir eru fundargerðir frá atvinnu- og menningarmálanefnd nr. 73, fundargerð frá hafnarstjórn nr. 272, fundargerð frá íbúðaráði Öræfa nr. 6 ásamt mörgum öðrum góðum málum. Og orðið er laust, gjörið svo vel, það er fundur 1165 og Hjördís Edda gjör svo vel. Forseti og góðir fundamenn, ég ætlaði að taka til máls undir fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar. Þá fyrst máli þar nr. 3. Það er varðandi humarhátíðarnefnd. Humarhátíðarnefnd síðustu árs og að einhverju leyti síðustu ára hefur sagt sig frá því verkefni að minnstakosti í bili. Og það er búið að auglýsa eftir fólki í þessi nefndastörf. Tíminn flýgur eins og við sjáum á veðrinu. Það er komin miður mars, þannig að það er svona orðið stutt í humarhátíð frekar. Og mér langar bara svo að hvetja fólk til þess að gefa kost á sér í einhver störf þegar kemur á hátíðinni. Og ef við endum þar að það gerir það enginn, þá verður heldur engin hátíð. Því miður, en að sama skapi eða á sama tíma langar mig að þakka síðustu nefnd aftur fyrir frábær störf og vona einhverjir af þeim bjóði sér fram aftur síðar eða núna. Þá er það annað, það er mál nr. 4 sem er menningarhátíðin sem var haldin núna á föstudaginn fyrir viku. Ég er svolítið rugluð í dögunum og mér langaði bara að þakka einmitt fyrir skipulagið og gestum. Það var troðfullt hús, veittir fullt af styrkjum, bæði kemur á atvinnu og rannsóknum og einnig menningarstyrkir. Ótrúlega mikið að velja úr, mjög erfitt, uppáhaldslúxus vandamáli, þetta kemur alltaf til tals í nefndinni, hvað þetta er erfitt og við erum alveg smá að hugsa að breyta kannski ykkur fyrir komandi ár til þess að geta jafnvel veitt
fleirum viðurkenningar fyrir sín störf út af því að fjöldin bara mikill og verkefnin eru mörg. Þannig, já, mér langaði bara að þakka fyrir það, þakka fyrir komuna. Þetta var ótrúlega skemmtileg hátíð, sýndi unga fólki okkar alveg að brillera ásamt líka miðaldra fólkinu okkar í leikfélaginu og öllu saman. Ekki gleyma þeim. Þetta var bara algjörlega geggjað, mér langaði bara að segja takk. Takk að þér, Hjördís Edda. Við erum í fundi númer 1165, Bæjar og Hornafjarðar, orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður sem ekki hljóðs, þá höldum við áfram. Þá förum við hér í lið númer 5, okkar ágæta fundi, það er fundi Bæjarráðs númer 1166. Og þar liggja fyrir fundagerðir umhverfis- og skipulagsnefndar númer 95, ásamt fjölda aðra góðra mála. Og ég gef hér orðið laust, gjörið svo vel. Það er fundagerð Bæjarráðs Hornafjarðar númer 1166. Ásgerður, gjörið svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er mál númer 9 sem ég langar aðeins að koma inn á hérna. Það er íþróttahús hönnun. En síðustu vikur hafa verið mjög áhugaverðar í þessu máli og nú var á svo tímaveltur, það var væntanlega í síðustu viku að þá var kynning fulltrúa mannvirkjasviðs á því sem búið er verið að vinna og það var áhugaverð kynning og eins vinnuskjal sem fylgdi málinu og það sem kom fram punktar ýmsar spurningar og athugasemdir sem voru skráðar á þessum fjölmörgu fundum sem margir sóttu, mismargir hvern fund en þannig voru margir sem komu að og í mínum huga eftir að hafa farið yfir þetta er það ljóst að bara klárt að áður en lengra er haldið að þá er nauðsynlegt nauðsynlegt að stýrihópurinn eigi samráð við fulltrúa grunnskólans og starfsmenn íþróttahússins. Og ég bara eftir líka síðustu, eftir miðvikudaginn, að þá þurfum við líka að spyrja okkur hvert notagildi hússins á að vera. Er það klárt bara íþróttahús því að notkunargildi skólans á húsinu í frímínútum til dæmis finnst mér afar dýrmætt og eitthvað sem ekki er hægt að horfa framhjá. Og svo að út frá þessu að vísi í heimsókn forseta, það sé nú alltaf verið að bera þeim brunni hér sko, það var alveg dásamlegt hvernig bara fulltrúar, ungmennaráðs, fulltrúar heppuskóla, eldri bekkjana lýstu því hvernig símalaus skóli er að virka með því að þau eru í íþróttahúsinu í frímínútum, eru með viðburði, uppbrot og annað slíkt sem er bara mjög dýrmætt og þetta er einn af þessum hlutum sem hefur verið að gerjast í þessu og ég með þeirri útfærslu sem fulltrúi mannvirkjasviðs er búin að teikna upp sem var kynnt hér í síðustu viku að það flækir þetta málið að vera að fara lengri við á milli húsna. Ég er ekki að segja að það sé ekki hægt en ég er að segja að þetta er mjög dýrmætt notagildi sem þarna er. Og ég bara vil halda áfram að hvetja fulltrúa meirihluta stýrihópsins til að staldra við og fara vel yfir þær athugasemdir og ábendingar sem komu fram hjá þessu fólki. Okkar athugasemdir í minnihlutanum hafa ekki náð í gegn, þannig að það var ágætt að heyra að það eru fleiri en við sem eru með ákveðna punkta, ég meina og miklu fleiri punktar heldur en við höfum komið með sem hafa komið inn í þessu umræðu og bara að skoða þetta, ræða við fólk og jafnvel þó að það hafi för með sér að skoða hvort það sé fýsilegt að fá tillögu að útfærslu, að viðbyggingu út frá núverandi íþróttahúsi með ábendingarnar til hliðsjónar frá óháðum aðila. Einhverjum sem ég bara verð að segja það að ég held að það væri mjög gott að fá eitthvað sem hefur ekki komið að málinu þannig að fólk sé ekki smitað af þeirri umræðu sem hefur farið fram því að það eru hellingstilfinningar í þessar umræðu. Og það þarf eitthvað sem er ekki í tilfinningarlegu tengingum við málið til þess að, bara því miður. Og ég tala svona því að ég líka tala
við ykkur hérna í salnum en kannski, já. Þannig að það ég bara bið ykkur að taka þessar ábendingar þar komu af ýmsum frá ýmsum bara, og ég ætla ekki að fara yfir þær, það bara eitthvað sem að í rauninni stýrihópurinn gerir eða annað, og það ýmislegt sem að líka við lestur á ábendingunum að sem að maður fær aðrar hugmyndir, nýjar hugmyndir og bara sýn á málið. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að staldra við og skoða þetta út frá þessu. Takk. Takk fyrir, Ásgerður. Orðið laust. Eyrún Fríða gemur vink hérna, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, það rétt að síðustu vikur hafa verið mjög áhugaverðar í umræðum íþróttahús. Það kannski fínt að byrja á árétta að þetta samráðsferli sem hófst þarna og hefur verið yfirstandandi ekki lokið. Það áætlað að finna fund þar sem við náum að hitta starfsfólk grunnskólans. Það á dagskrá og ég hlakka mikið til. Einnig liggur fyrir fundur með forstöðumanni íþróttamanneskja og svo annar fundur með stjórnendum grunnskólans varðandi framtíðaruppbyggingu hans. Þannig að ferlið vissulega komið langt þetta samráðsferli en ekki búið. Að því loknu munum við setjast niður og vinna úr öllum þessum tillögum. Það alveg rétt að börnin okkar að nýta íþróttasalinn eins og núverandi aðstaða í frímínútum og það mjög gleðilegt og gaman hvað þau eru framtaksum í þessu. Hins vegar hefur líka spunnist upp samtal hvort að sú notkun megi ekki halda áfram, jafnvel þó að húsið yrði á öðrum stað. Þannig getum við séð alls konar lausnir, ekki bara vandamál, og ég hef fulla trú á því að unga fólki okkar leysi úr þessu. En við munum taka þessar ábendingar alla til greina innan stýrihópsins þegar að allir hafa fengið tækifæri til að sjá þessa kynningu og skoðana, og svo munum við þá líka bara svara þessum ábendingum sem hafa komið ef við getum ekki komið til móts við þær í endanlegri útfærslu. Takk. Takk fyrir, Eyrún. Við erum í fundargerð nr. 1166, orðið laust, gjörðu svo vel. Hvað þessu engin hljóðs, þá ljúkum við umræðum þennan ágæta fund. Förum hér í önnur almenn mál, förum hér í lið nr. 6 á dagskrá. Það félagslegt húsnæði, leiguhúsnæði árið 2025. Velferðarnefnd skal taka til umfjöllunar í upphafi hvers árs hækkun á tekju- og eignarmörkum vegna umsókna félagslegt leiguhúsnæði. Velferðarnefnd lagði til að tekju- og eignarmörk yrðu hækkuð samkvæmt launavísitölu í samræmi við það sem gert hefur verið síðustu ár. Eftir vísitöluhækkun verða tekjumörk einstaklinga krónur 6.949.741 króna á ári og auk þess lagði velferðarnefnd til að tekjumörk hjóna yrðu hækkuð umfram vísitöluhækkun upp í 8.930.417 krónur til að leiðrétta hlutfall milli einstaklinga og hjóna. Við tekjumörk bætast svo krónur 1.368.269 við vegna hvers barns undir 20 ára aldri og eða krónur 728.631 vegna hvers barns sem í umgengni við foreldri. Eignarmörk verða 8.256.144 krónur. Ég býð ykkur að taka tér til máls ef þið hafið eitthvað þetta að segja, kæru fulltrúar. Svo ekki, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki hækkun á tekju- og eignarmörkum, þeir sem eru því samþykkir vinsælst skjamerki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið nr. 7 á dagskránu hjá okkur. Það eru viðaukar við fjárhagsáætlun árið 2025. Viðauki nr. 2 sem samþykktur var í bæjarstjórn 13.2.2025 síðastliðinn lagður aftur fram leiðréttur. Orðið laust, gjörðu þið svo vel. Hvað þessu engin hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki leiðréttan viðauka nr. 2. Þeir sem því samþykkir vinsælt skjamerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Liður nr. 8. Það var umsókn lóð fyrir hleðslustöð hjá Orku ON.
Ég ætla að leggja það hérna undir fundin að við frestum þessu máli þar því að samþykki hafnarstjórnar liggur ekki fyrir. Bjóðu ykkur að ræða það þá ósk mína. Svo ekki því legg ég til að þið gefa mér merki ef því samþykk, vinsast gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum, þannig að við frestum því þar til hafnarstjórnar við fjallaði málið. Þá förum við hér í lið númer 9. Það eru reglur niðurgreiðslu til dagforeldra, endurskoðun. 2 vikna seinkun hefur orðið á því að 9 deildirnar á leikskólanum verða tilbúnar og nú stefnt að miðjum apríl. Fljótlega eftir það og í síðasta lagi næsta haust ættu biðlistar á leikskólanum að vera tæmdir svo framalega sem mönnun á leikskólanum gengur vel. Því eðlilegt að endurskoða reglur dagforeldra og niðurgreiðslur til þeirra. Fræðslu- og frístundanefnd leggur til að halda áfram reglum niðurgreiðslur til dagforeldra og fella út grein 11 frá og með 1. ágúst næstkomandi. Orðið laust, gjörið svo vel. Þegar sem ekki hljóðst, því legg ég til að við samþykkjum að niðurfellingu 11. grein reglana frá og með 1. ágúst 2025. Þeir sem þessu samþykki við gefa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við í lið númer 10. Það er lántaka fyrir árið 2025. En bæjarstjóri hefur óskað eftir heimild bæjarstjórnar þess að hefja hér lántöku. Og bæjarstjóri óskar eftir málinu, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þessi lántaka sem áætluð hjá okkur núna, þetta er sú fyrsta sem að þessi bæjarstjórn þarf að ráðast í á kjörtímabilinu og en það var nokkuð fyrir séð. Við höfðum áætlað 450 milljón króna lán í fyrra á meðan við okkar framkvæmdaáætlun en reksturinn þá, þrátt fyrir að það hafi ekki verið loðnuvertíð, rekstur sveitarfélagsins gekk það vel að við þurftum ekki að ganga á lánaheimildina þá, en það hins vegar þörf á því núna og það var nokkuð fyrir séð. Við erum í mjög stórum verkefnum. Við erum að leggja, við erum svona á síðustu metrónum með byggingu á 9 hjúkrunarheimili og við erum síðan að færa okkur yfir í eldra húsið og það þarf að snýta því eins og við segjum. Við erum að vinna í því að laga Sindrabæ sem stórt verkefni, mjög stórt og metnaðarfullt. Við erum líka að byggja við leikskólann hjá okkur og síðan erum við að leggja drög að því að hefja framkvæmdir við svona jarðvegsvinnu við íþróttahús þó að það sé nú ekki alveg á döfinni 1, 2 og 3. En þetta bara í samræmi við fjárhagsáætlun og eins og ég sagði, fyrsta lánin sem að þessi bæjarstjórn þarf að taka en það var fyrir séð þar sem að það eru mjög stóra framkvæmdir sem eru á þessu ári. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Orðið laust þessa væntanlegu lántöku. Einhverju kveður sér ljós. Svo ekki. Því legg ég til að bæjarstjórn heimili bæjarstjóra að hefja lánsumsókn í samræmi við fjárhagsáætlun þeir sem því samþykki vinsast gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 11. lið á dagskránu í dag. Það skipurit. Málið heitir skipurit 2024. Allt góðu. Á fundi bæjarstjórnar 8.2.2024 var samþykkt að Bartek Andreasson Kass tæki við starfið sviðsstjóra mannvirkjasviðs til 1 árs og óskaði eftir hér að framlengingu á ráðningu hans til 1 árs í viðbót. Orðið laust, gjörðu svo vel. Áskarðu ekki svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Aðeins varðandi þetta mál að skil bara byrja á því að ef einhver hér með fyrirt í maganum sem eitthvað upp í standa og mótbýra þá samþykki ég málið alveg sko, en það bara ákveðnir ákveðir svona í kringum þetta sem ég vil árétta hérna. En það til dæmis að mér finnst eiginlega svolítið skrítið að þetta sé undir skipurinn 2024 sko, að þetta sé ekki bara mál sem að heiti tímabundin ráðning sko, þannig að það sé hægt að leita þetta upp í skjalakerfi án þess að vera grafa ofan í skipuritsbreytingar, en það bara mín skoðun á því. Og þetta, já, fyrir ári síðan að það var Bartek ráðinn í þetta starf og hefur bara gengt í bara mjög vel. En það var kostnaðarmat sem fylgdi þessi starfi upp á 1,8 milljóna ársgrundvelli. Og ég spurði í apríl 2024, held ég að verið, kostnaðaráhrifin þegar það var búið að máta hann inn í starfið, hvernig þau hefði verið, og þá var svarað að starfið þyrfti að fara í starfsmat, þannig að það sem þetta væri nýtt starf og hefði verið skotið á þessa tölu í grófu kostnaðarmati, og ég held ég sé búin að minna á það svona einu sinni á þessum tímabili að það hefur ekki, starfsmat væntanlega búið nú tæpa ári síðar og að þessar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram, þannig að ég vil ítreka hér að beiðnin liggur enn fyrir og mig bara langar til þess að fá svar við einhverju af þeim beiðnum sem ég legg hér fram. Þá líka talað þegar þetta gert að í raun umhverfis- og skipulagssviði skipt upp í mannvirkjasvið og skipulagssvið af betri þjónustu og annað slíkt, og mig langar til þess að velta því hér upp að við förum í þjónustukönnun á þessum sviðum og skoða hvernig okkur hefur gengið að vinna á þessu. Þannig að óska eftir umræðan það í bæjarráði. Takk fyrir Ásgerður. Það voru tvö atriði sem að Ásgerður lagði hér fram að menn tæki til sín, starfsmenn og bæjarráð, þannig að allir nótir það. Orðið hér áfram laust. Það bauður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framleggingu á ráðningu sviðsstjóra mannvirkjasviðs til 1 árs, þeir sem eru því samþykkir vísast gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér lið númer 12 á dagskránni í dag. Það kosningar í nefndir. Mér finnst að Stefanía mín ætti að standa upp og taka eitt hring hérna svona. Sýna hvað hann er falleg. Jæja, fulltrúi K-lista, Guðrún Stefanía Voppjörð Ingólfsdóttir óskar eftir að fara í leyfi frá störfum sem bæjarfulltrúi eftir 14. Er það bara daginn dag? Já, eftir daginn dag, 14.3.2025. Og lagðar eru til eftirfarandi breytingar á nefndamönnum K-lista á meðan á leyfi stendur. Í bæjarstjórn, Elías Tjörfi Halldórsson kemur inn sem bæjarfulltrúi fyrir K-lista framboðið í stað Guðrúnar Stefaníu Voppjörð Ingólfsdóttur. Sveinbjörg Jónsdóttir verði annar varamaður í bæjarstjórn fyrir kex-framboðið fyrirgefiði, og að Elías Tjörfi Halldórsson verði fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. Þetta var bæjarstjórn, og í bæjarráð að í stað Guðrúnar Stefaníu þá verði Elías Tjörfi Halldórsson fyrsti varamaður K-lista í bæjarráði, og í umhverfis- og skipulagsnefnd það breytingar að Anna Ragnarsdóttir Pedersen verði annar varamaður K-lista, og í fræðslu- og frístundanefnd það breytingar að Elías Tjörfi Halldórsson verði annar varamaður K-lista. Orðið laust þessar breytingar í þessu. Það kveður sér engin hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytingar á nefndamönnum K-lista á meðan leyfi Guðrúnar Stefaníu Voppjörð Ingólfsdóttir stendur yfir. Þeir sem eru því samþykkir vísast gefa merki. Það er samþykkt með 7.
Og þá förum við í lið númer 13. Það er líka kosningar í nefndir. Fulltrúi D-lista Björgvin Hlíðar Erlendsson hefur ákveðið að stíga til hliðar í nefndastörfum og er því lagt til eftirfarandi breytingar á nefndamönnum D-lista. Það er í velferðarnefnd að Ingólfur Guðni Einarsson taki við sæti D-lista og að Steindór Sigurjónsson verði fyrsti varamaður. Í bæjarstjórn að Tinna Rut Sigurðardóttir taki sæti fyrsta varamanns, Þröstur Jóhannsson verði taki sæti annars varamanns og Steindór Sigurjónsson taki sæti þriðja varamanns D-lista. Þeir sem taka, þeim er orðið laust, gjörðu svo vel. Kveður sem ekki hljóðast, því legg til að bæjarstjórn samþykki breytingar á nefndarmönnum D-lista, viðsalskeiða merki sem verð því samþykkir. Það er samþykkt með 7. Og þá förum við í lið númer 14, það er líka kosning í nefndir. Óskað var eftir samþykki bæjarstjórnar fyrir því að Björgvin Erlendsson víki úr stýrihóp nýtt íþróttahús og Hjördís Edda Olgeirsdóttir taki við á hans stað. Málið var tekið fyrir í tölvupósti hjá bæjarráði og samþykktar með bæjarstjórn og samþykktar með 6 atkvæðum. Orðið laust, gjörðu svo vel. Og það er kveður sem ekki hljóðs. Þar sem að bæjarstjórn búin að samþykkja þetta, þá legg ég þetta hér fram til kynningar. Þá held ég bara að dagskráin sé tæmd fyrir þennan ágæta fund hérna hjá okkur í dag. Og þá getum við bara að fara að stökka hér út í vorið í sólina og njóta okkar. Og ég bara óska ykkur allar góðra helgi og takk ykkur aftur fyrir fundinn og ég slíti hana hér með.